Við hefur reyndar gert það alla undir. En næst ætlum við að kynnast kraftastelpunni Thelmu Ólafsdóttur sem náði frábærum árangri í Evrópumóti unglinga í kraftliftingum síðustu helgi þar sem hún varð í 3. sæti. Thelma mjög líklega fallegasti kraftliftingamaður landsins og við hittum Thelmu í vikunni og ræddum við hana íþróttina. Ég vildi bara vera sterk og gera eitthvað úr sjálfur mér og sýna kannski fólkinu í kringum mig að það væri alveg möguleiki að vera svolítið sætur og vera sterkur og vera bara venjulegur. Er það ekki svolítið óvanlegt í þessu kraftasporti að það séu stelpur sem eru bæði sætar og þær séu sterkar? Er mikið af þeim? Nei, það er ekki mikið af þeim og það er allavega ekki normið. Þannig að maður sker sig svolítið út úr og fær smá athygli út af það að vera í bleikum skóm og hafa gaman að en vera samt stelpulegur og hafa áhyggjur af því að glossið sé á réttum stað og eitthvað. Ég var úti í Svíþjóð að keppa helgina og þar þurfti að kalla mig 3 upp í verðlaunaafhendingu af því ég var svo upptekinn baksviðs að fá myndir af mér með aðdáendum, ef svo má segja, en strákarnir voru svolítið uppteknir að fá mynda sjálfum sem með mér og það var bara mjög skemmtilegt í rauninni. Það kom mikið á óvart en það var mjög gaman. Ég æfði með strákunum og hef haft Boris sem sterkasti maður Íslands og svo Stefán Sölva. Mér svolítið við hlið í því og æft mikið með þeim og undir handleiðslu þeirra. Þeir hafa hjálpað mér alveg hrikalega og sérstaklega Boris sem hefur verið mín stoðastutta og hjálpað mér bara með allt, allan móta undirbúning og allar æfingar, matarprógram og allt svoleiðis. Á góðum æfingadegi þá myndi ég vilja æfa miðjan daginn. Ég reyni að gera það alltaf, 4-5 og þá bara vaknar maður, borðar vel og svo bara aftur borðar maður eftir 2 tíma og svo borðar maður bara 2 tíma fresti þangað til maður fer á æfingu. Og þetta svo inn á æfingu og í 2 tíma, venjulega. Það er svolítið langt, en æfingarnar mínir taka yfirleitt 2 tíma. Ég er allt svolítið lengi. Og hvaða viðbrögð færðu frá fólki sem veit ekki, þekkir þig ekki og þú segir að þú sért í kraftasporti? Já, trúi mér enginn fyrst, en það bara, fæ ég almennt bara mjög jákvæð viðbrögð. Fólki held ég finnst bara svolítið skemmtilegt að það sé hægt að vera bara venjulegur. Maður þurfi ekkert að vera einhver rússneskur bolti til að geta verið svolítið sterkur. Á veturnar ég í skóla, ég í háskólanum í Reykjavík, að læra íþróttafræði og þá það náttúrulega bara að vakna maður, fæ sér morgunmat og fyrir skólan og djöflast ég ýmsum íþróttum þar sem hefur komið sér ansi vel stundum og stundum illa. Maður hefur brotið fingur og sem hefur spilað svolítið inn í æfingarnar en þá bara fer ég í skólan, svo eins og ég segi. Og borða reglulega í skólanum, þarf að passa mjög vel upp á það. Kem svo yfirleitt heim og legg mig í klukkutíma, en mamma veit það nú ekki. Þannig að ég er örugglega að kjafta af mig núna. En svo fer ég á æfingu og svo bara kem ég heim og borða. Og aðalatriðið bara borða í rauninni og taka vítamínin mín. En eins og segir, mataræði skiptir máli og ég ákvað að þyngja mig upp flokk. Og þá breyttist mataræði ansi mikið. Þá fór ég úr því að vera að borða flekkkökur, ég að borða pítsur og Oreo-keks og þá vaknaði ég á morgnana og fékk mér ameríska pönnuköku með sírópi. Svo Oreo-keks í millitíðinni og svo pizza í hádeginu og svo McDonald's. Svolítið mikið af McDonald's. Þú tekur 85 kíló í bekk. Það eru væntanlega ekki margar stelpur sem taka 85 kíló í bekk eða eitthvað? Kannski ekkert mjög margar. Það eru alveg nokkrar samt. Hvað með svona framtíðarmarkmiðin hjá þér? Hversu langt ætlar að ná og hvert þetta stefna? Eins og staðan í dag þá er HM unglinga í Brasilíu í lok ágúst og ég er ekki búin að hugsa æfingarnar eða framtíðarpláninn í því neitt mikið lengra. Ég ætla bara að bæta mig þar og vonandi taka 100 kílóin í bekknum. Og svo bara skólinn eins og ég segi, háskólanum í Reykjavík, langar að vera styrktarþjálfari og einbeita mér að því svona í framtíðinni. Og vonandi bara skapa nafn fyrir sjálfum mig inn í þessari íþrótt og kannski græða eitthvað styrktaraðil í leiðinni. Því að það kostar allt pening og það er ekki hægt að gera þetta. Já, það er svo sannlega ekki margar stelpur sem taka 8